Já, verið velkomin á leik Aftureldingar og Akureyri í Ólafsdeild karla. Þetta er leikur í 13. umferð og það er greinlega smá seinkun á leiknum. Það var ennþá þarf að kynna liðin, við erum að renna í það hérna. Kíkjum aðeins á stöðuna í deildinni. Sjáum við að Aftureldingar á toppnum og Akureyri á botninum, en þetta er búið að koma í okkar strákum ósigraðir í 4 leikjum í röð. Aftureldingar búið að hiksta aðeins að undanförnu. Þannig að það má búast við hörkuleik eins og þegar þessi lið mætast venjulega. Akureyri, já, hefur, eins og segi, verið ósigraðir í 4 leikjum í röð og líta miklu betur út. Það verður áhugavert að sjá hvernig þetta gerist í dag hérna. Skulum aðeins renna yfir liðin. Byrjum á liði heimamanna. Þar í markinu er Kristófer Fannar Guðmundsson og Davíð Hlíðdal Svansson. Útileikmenn eru Jón Heiðar Gunnarsson, Elvar Ásgeirsson, Árni Bragi Eyjólfsson, Hrafn Ingvarsson, Gunnar Kristinn Þórsson, Gestur Ólafur Ingvarsson, Pétur Júníusson, Kristir Hennar Bjarkarsson, Guðni Már Kristinsson, Mikk Pinnonen, Kristoffer Andri Daðarsson og Bjarki Þór Kristinsson. Þjálfari Aftureldingar er sjálfsögðu Einar Andri Einarsson. Kíkjum á okkar lið Akureyrar. Þar í markinu eru Tómas Ólafsson og Arnar Þór Fylkisson. Fyrir utan eru Andri Snær Stefánsson, Garðar Már Jónsson, Igor Kofinsinski, Arnar Þorri Þorsteinsson, Birkir Guðlaugsson, Friðrik Svavarsson, Arnþór Gylfi Finnsson, Kristján Orri Jóhannsson, Róbert Sigurðarsson, Karli Strópus, Sigþór Gunnar Jónsson sem spilar sem fyrsta leik við Vistarlóki í dag og Myndagvars Dúmhjus. Þetta, já, okkar hópur í dag. Eins og segi, Sigþór Gunnar Jónsson, hann er að spila sem fyrsta leik með Akureyri. Hann hefur svo sem verið að spila með Akureyri U, spilaði með Akureyri U í gær ásamt þeim Garðari, Arnóri Þorra og Arnóri Gylfa. Við 4 spiluðu allir með Akureyri U í gær á móti KR. Það fór ekki alveg nógu vel, KR var með 28-24 en Akureyri U átti hörku endarsprett sem að því miður gaf ekki stig. En þetta er að fara að bresta á hérna. Verður áhugavert að sjá, eins og ég segi, hvernig þetta spilast í dag. Bæði lið búin að vera svolítið löskuð. En Afturelding eru farnir að fara, þeir hafa verið að tínast inn með mér aftur hjá þeim. Og eins og segir, eru á toppnum eftir frábæra byrjun. Unnu Fram í síðasta leik en höfðu þar tapað 2 leikjum í röð fyrir þann leik. Þannig að það er spurning þeir séu komnir aftur á beinu brautina. Það var einn leikur fyrr í dag í deildinni. Þá vann Grótta góðan sigur á Stjörnunni á Nesinu. Það leit vel út fyrir Stjörnuna þegar það var farið að líða síðar hálfleikinn, en Gróttumenn enduðu þetta mjög sterkt og fóru með góðan sigur á hólmi. Það þýðir þá að Akureyri getur farið upp fyrir bæði Stjörnuna og Fram með sigri í dag. Það væri óskandi að lyfta sér af botninum. Já, bara fínasta mæting hér í Mosfellsbænum. Það er gaman að því. Það er fín stemming hérna að Varmá. Og bara mikið hrós á Mosfellinga að styðja sitt lið. Það er þetta mikið hluti í þessu. En þetta er að bresta á Afturelding byrjaðan boltann. Þetta, já, mikilvægt að byrja vel.
Þá var þetta að byrja. Dómarar í dag eru Þorleifur Árni Björnsson og Ramúnas Mikalónis. Sjáum við að Akureyri byrjar að sjálfsögðu í 6-0 vörn. Hefur verið öflug undanförnu. Hér brotið á Árna Braga. Aukast ekki nokkuð spurning. Árni Bragi ótrúlega ungi leikmaður. Hver rólegast að hendir kominu. Og Jón Heiðar rennir aftur til andstæðina í boltanum. Og Strópus með sendingu fram og Krissi skorar, glæsilegu Krissi. Já, ekki koma á óvart að Kristján Orri skori. Gæinn er búinn að vera ótrúlegur í síðustu leikjum. Skoraði 11 mörk á móti Gróttu í þar síðustu umferð og 13 á móti IBF í síðustu leik. Bæði skiptin er þar yfir helmingu marka Akureyrar. Hér er allt opið fyrir Guðna Má. Og hann jafnar metin. Það var dauðafæri og gat varla gert hann að skora þetta. Glæsilegt hjá heimamönnum. En já, Patti sem hefur verið að miðjunni hjá okkur undanförnu, hann er veikur, hann er ekki með í dag. Arnór Þorri byrjar því á miðjunni. Hann leikir mitt lykilhlutverk í leik Akureyri í gær. Hann raðaði mörkunum en því miður það var ekki nóg. Þetta gefur myndi. Kemur Arnór. Fast tekið Arnóri en bara góð vörn, ekki einu sinni spjald. Gæti fara að sittast í höndina, já, þarna kemur hún. Og Strópus, hvað gerir hann? Arnór, undan að skota, glæsilegur. Arnór Þorri með fyrsta mark sitt í dag. Þurfti að skjóta þarna og gerði virkilega vel, laumaði boltanum hann undir í vörnina. Mikilvægt að strákarnir sem koma inn séu óhræddir, þori að skjóta markið. Þetta er fast tekið á Elvari, gult spjald á Strópus. Hvað er að gerast hér? Nei, það er bara aðeins biðja mér að róa sig. Mikill hasar á línunni. Og Strópus flottur þarna, stöðvar Elvar. Árni Bragi. Sóknarbrot. Þetta var áhugaverður dómur. Andri Snær kemur hérna. Sendur hann Myndi og Myndi skorar. Flott byrjun hérna í okkar mönnum. Ég fattaði ekki alveg hvað hann var að dæma á Árna Braga þarna. Ég fannst eins og það hefði brotið á honum en við kvörtum svo mikið ekki við því. Og Myndi skoraði þarna gott mark. 3-1, flott byrjun. Þá höldum við áfram. Ég segi það er karakter í þessu afturhaldingarliði. Ég býst við hörkuleik í dag. Árni Bragi kemur á þetta og skorar. Já, það hafði ekki mikið fyrir þessu, drengurinn. Myndi allt opið fyrir hann og hann skorar.
Svo hefði bara brugðið þarna við að fá allt í einu allt opið þarna. En mjög gott mark. Það voru engin skref. Þetta var bara, hann bara stoppaði og allt í einu var allt opið. Flottur að keyra á þetta og lágmarkinu. Robbi stoppar Gunnar Má þarna, aukast dæmt þarna. Ég segi að Akureyri búið að vera ósigrað síðan 4 leikir í röð. Það er miklu að þakka öflugri vörn og Tómas búinn að vera öflugur í rammanum. Og þetta byrjar fínt hérna í dag. Og Tómas tekur skoti frá Gunnar Má þarna, glæsilegu Tómas. Það gerir Strópus, kemur á þetta, farið aftan í hann, boltinn lekur í netið og gult spjald. Strópus skorar og á sama tíma misti ég á hver það var sem vekk gullarspjaldið. Skiptir ekki öllu máli. Ánægður með Strópus, þetta kraftur í honum. Á andri nær frákastinu sýndist Tómas að hann á að klukka hennan. Robbi setur hann á Strópus, myndi mikill hasar á línunni þarna. Og já, hlaut að vera guldspjald á Gunnar Kristinn, eða Gunnar Mal eins og margir kalla hann. Hann reið þarna vel í frikk á línunni. Tíminn stoppaður. Byrjum við aftur hérna. Já, mikilvægt að hamra játið með að það er heitt. Það gengur vel núna hjá okkur. Og Arnur Þorri gerir hann á óluleblokkurinn á Frikka. Og hér koma heimamenn. Hér allt. Það kemur lítið út úr öllum þessum klippingum. 16 vörðin að standa mjög vel. Gott við Strópus og Myndi að þetta báðir staði vörnina virkilega vel. Það er svo mikilvægt í dag að maður geti spila bæði vörn og sókn. Það er ánægt hvað Myndi að koma alltaf sterkar og sterkar inn í þetta. Þetta er aðeins erfiðar að finna sig í fyrsta leikjunum í vetur. Það gerir hérna, já, Guðni skorar. Fekk allt of mikið pás, hann gerði vel hérna og skorar. Staðan 3-5. Hér Myndi með sendingu sem misstæðnast og Andri fætti enda á þessu línu. Hefði hugsanlega getað beðið aðeins að fá boltan þarna. Þurfti ekki endilega að fara. Ég heyrði þetta aukast, þannig að heimamenn halda boltanum. Sýndist það bara að vera rétt þó að Robbi hefði ekki verið farsáttur með þetta. Gult spjaldaloft á Frikka. Það stóð bara fínt að klára þessi gulu spjöld strax. Þjónaði litlum tilgangi í handbolta þessi gulu spjöld. Það er fínt að klára það bara, hann var bara hættur að hugsa Glæsilega gert hjá Frikka þarna, nærboltanum. Strópus, laumar honum, fær uppkastið. Það er þetta að gera betur þarna, en við höldum þá alla boltanum.
kemur Arnór Þorri inn fyrir Robba. Ég segi Arnór skotmaður góður, sáum það þarna þegar hann kom með undanskotið fyrir í leiknum. Frikki kemur Stroppus á miðjuna, leimar honum á. Rauðningur Arnór Þorra þarna. Virkilega vel gert þarna hjá úrsendingum. Og þetta mjög vel gert. Droppar Tómas. Elvar Ásgeirs laumar sér í gegn og skorar. Þetta fljótt að gerast. Ekki langt síðan stafa 5-2 fyrir okkur. Það það skemmtilega við handboltan. Hvað gerist hér? Öldu áfram að spila sama kerfið. Og Stroppus, Minde. Stroppus með hörkuskot. Hangið á honum og guldspjaldalátt á Jón Heiðar. Þá skipta Arnór og Minde. Stroppus. Þorri lítið að gerast í þessu. Allt opið fyrir Krissa og Kristi skorar. Kristinn Orri að skora. Sá farinn að nýta færin sín vel. Magnaður. Eins og segi, komið 24 mörk í þessum 2 leikjum samanlagt. Það er glæsileg tölfræði. Kæmi ekki óvart að myndi skora slatta í dag líka. Hér er allt opið, en það er bara enn leikur Kristjáns. Jörðin yfir hjá Gesti Ólafi. Stroppus kemur á þetta, Minde með hörkuskot á gólfinu og þessi steinleikur. Og aftur erum við komið með 3 marka forskot. Já, það er að falla svolítið aðeins með okkur núna. Boltinn er að detta inn. Kristóf er ekki búinn að klukka marga bolta í dag. En þeir munum við líklega að detta inn þegar líður á leikinn. Hörku markmaður hjá sem að afturheldingar verður með markinu. Og ekki er hann verri, hann Davíð Svans er á bekknum. Áhugavert skot þarna hjá Guðna og Tómas Ver. Og hér komum við sendibyrgjunni. Robbi. Stroppus reddar þessu, en sendingin á línuna gengur ekki. Allt opið hérna og Gestur Ólafur kannast að geta annað en að skora þarna. Bætir upp fyrir klikkið á það og staðan er 5-7. Já, Stroppus reyndi þarna línusendinga á Arnór Gylfa á línunni, en það gekk ekki og fengum við mark í bakið. Minde allt opið, vítakast, glæsilegt. Það er kraftur í Minde hérna í dag. Mjög ánægilegt að sjá hann. Og Kristinn Orri fer á línuna. Og glæsilegur Kristinn Orri
Hann skorar að miklu öryggi. Aldrei spurning með þetta viti. Fyrir hálfleikurinn að verða hálfnaður hérna. Og þetta byrjar bara freka vel. Staðan 5-8 fyrir Akureyri. Já, þetta er bara skref á Elvar. Hér komum við rætt, Andri Snær, Strópus á Rámenda niður. Vel lokað hjá heimamönnum. Við reyndum til þess ítrast að finna glöfu með setjabelgir hérna en lokuðu svo vel. Sama kerfið. Strópus dettur niður. Bolt stendur á honum. Allt opið hérna frammi. Og já, Gestur Ólafur skorar. Og þá er leikurinn stopp. Eitthvað er að huga að Strópus. Hann rann þarna til og boltinn dæmdur á honum. En já, þá var þetta Gestur Ólafur Ingvarsson sem að skora á hraðarbyrju. Kom með 2 hraðarbyrjusmörk á 17 tíma. En já, Strópus hálfborinn út af hérna. Ekki megum við því að missa Strópus. Hann hefur verið tæpur og hefur svona já, æft aðeins minna heldur en ella. Ekki líst mér vel á það ef við erum að missa hann út. Þá sýnist mér Ígor að vera að koma inn á í hornið og Andri er þá væntanlega að taka miðjuna. Þá heldur leikurinn áfram. Andri Snær, fyrirliði kominn á miðjuna og Ígor Kofinsinski í hornið. Hann átti fína innkomu í síðasta leik, Ígor. Þetta verður áhugavert að sjá hvað Stálmúsin gerir fyrir utan. Ekki svo hæst í bransanum. Þetta Þóri myndi já, á vörðinni. Við hefum hotkast hérna. Lengi að dæma hérna. Þórlaugur. Já, verður að verða með fá að þurrka boltan eða skipta bolta. Ekki gert. Höndin er bara upp í staðinn. Myndi á þetta. Og þá er tekið leikli. Komst í fínt færi myndi en átökur Sverri leikli. Enda held ég að menn þurfa eitthvað aðeins að stilla þennan sóttanleik saman. Þetta er kannski ekki beint vanir að vera að spila Andra fyrir utan. Það er svolítið síðan að Andri var að spila fyrir utan síðast og þá var hann að spila sem skytta. Fræg fyrirsætti í Mogganum, vinstri skytta í heiminum. En já, það lítur vel út en það gæti orðið erfitt ef að Strópus er alveg út. Við erum það fáliðaðir í rauninni að við bara megum alls ekki við því að missa Strópus út. En já, höndin er þetta uppi, þannig að menn stilling var að beint upp. Ætla að sé fyrir Robba.
Robby, hann getur líka að spila sókn. Og Robby, glæsilegt mark. Hvað sagði ég? Sá getur svo sannarlega að spila sókn. Spurning hvort að það verði ekki einmitt raunin hér í dag. Spila það lykilhlutverk í þristinu við vörninni hjá okkur. Það var æðislega að fylgjast með Robba síðustu ár. Gríðarlega framfarir hjá honum. Og já, Arnór stillir boltanum, sendir, nei, tvígrip. Þetta er áhugaverður dómur. Ég er ekki viss um að þetta verið rétt. En áfram heldur leikurinn og heimamenn komið sér sótt. Sverrir er ekki sáttur með þetta. Enda hann var ekkert búinn að ná takja bolta. En að meðan ég væli við því þá skorar Elvar. Og munurinn enn í kringum 2-3 mörk. Kemur Andri á þetta. Trónir sig í gegn. Heimtar víti, fær ekki. Þetta er svolítið vopnaðan andra, þennan fyrir utan. Það verður að trónir sig í gegn. Myndi, en Davíð sér við honum. Myndin er boltanum aftur, kemur Arnór, þetta er víti. Ég trú ekki að Elvar sé eitthvað hvart undan þessu. Hann var lengst inn í teig. Þetta er bara pjúra víti og Kristján Orri fer á punktinn. En Davíð Svansson sér við honum. Ótrúlegur kappi, Davíð. Hefur verið lykilmaður í liði Aftureldingar í fjöldamörg ár. Mikk Pinnonen að koma sér í gegn, en flauta kannski helst til stemma, alla með þetta heimanna. En við kvörtum svo ekki yfir því. En Mikk Pinnonen ótrúlega mikilvægt fyrir Mosfellinga að fá hann aftur í gang. Það vera tæpur kallinn. Ég er boltinn endur á honum. Og hér komum við á þetta. Andri tæpur á skrefunum. Sleppum við þetta. Þorri. Bolt dæmdur af Akureyri. Og allt opið fyrir Gunna. En Tómas sér við honum. Þá komur hægt átt, þeir eru fleiri. Gunnar er að koma sér tilbaka. Allt opið í hotinu. Bolti geng fyrir. Arnór skora bara sjálfur. Ekkert alltaf boltan þetta í hotið, þeir getur skorað sjálfur. Og staðan orðin 10-7 eða 7-10. Glæsilega varstæði á Tómas. Tómas er að spila frábærlega undanföðnu. Var reymt að lista á 5-1 daginn og við erum útlendinga í deildinni. Það menn sér ekki alveg átt að segja á því að Tómas er nú hálfur Íslendingur og hefur spilað með, hefur æfað með B-landslið Íslands. En ekki sá hann við þessu. Elvar
Elvar Ásgeirsson að skora. Og eins og enn helst munurinn í 2-3 mörkum. Þetta ætlar að vera erfitt að losa sig betur við heimamenn. Kemur á þetta víti, já, sækir víti, Elvarinn í teg, glæsilegt, kominn hérna öfum megin, tók klassíska íþróttafyntu og sótti þetta víti. Og Kristján Árni fyrir aftanbútinn, núna skorar hann í fyrsta bara, ekki þurfa að flækja þetta. Og já, sóknarleikur búinn að ganga flott það sem af er. Það væri auðvitað frábært að ná að stækka forsetið. Mér finnst það vera líkir aðeins til þess að bæta við heldur en ásetningar að jafna. En þá gerist þetta allt opið en Tómas búinn að vera flottur í dag. Kristinn Hrannar gerði ekki alveg nóg vel, hann með mjög opið færi en Tómas sá við honum. Og þá fáum við tækifæri á að ná sér 4 marka forskot. Vildi allt opið en dæmt skref á hann. Davíð varði líka, en engu að síður afturhalding kemur í sókn, allt opið í horninu, en Tómas sá að verja Karlbjörn hérna. Gestur Ólafur er flott færi í horninu, en Tómas búinn að loka markinu svo sannarlega. Mikilvægt að hafa mann í rammanum sem að tekur sína bolta og plús það. Þetta er náttúrulega ekki bolti sem að reikna með að menn taki. Kemur þetta Robbi, aukakast. Mosfellingar heimtuðu ruðning hérna. Held að þetta hafi bara verið rétt. Robbi aftur á þetta, allt opið og hann skorar. Hann svo sannarlega að sýna það Robbi, hann bara á að spila sókn með þessu liði. Hinnonen gerir sér líklegan, fær aukastið og þá er tekið leikhlé. Já, Einar Andri Lískar var ekki alveg nóg vel á þetta, skiljanlega, 4 mörkum undir og 5 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Ég segi, sigur þetta myndi lyfta Akureyri loksins af botninum og gott betur það, myndi fara upp fyrir bæði Stjörnuna og Fram. Þessi staðan í deildinni er svona fyrir þennan leik í dag. Það væri ósköp ljúft eins og segja bless við þetta botnsæti. Þetta er erfið byrjun en liðið er svo sannarlega komið í gang. En það er auðvitað nóg eftir hérna. En á meðan vörnin stendur svona vel og Tómas heldur áfram að taka svona marga góða bolta í markinu þá er útlitið gott. Hinnonen
ótrúlegur, en hittir ekki að markið. Þessi bara framhjá. En hann er með svo ótrúlega sprengikraft, Pinnonen. Stóð þarna kyrr og allt yfir reykt hann sér í gegn. En sem betur við fyrir okkur, þá hitti þessi hérna á rammann. Missir boltan og fótur dæmdur á Elvar. Boltinn kom fyrst í fótinn á Elvari, svo í myndi, þannig að þetta er bara rétt. Höldum áfram sótakar. Andri Snær flýgur niður. 2 mínútur. Já, Hrafn Ingvarsson fer í andlitið á Andra Snær og fíkur út af. Já, ég veit svo ekki alveg með þetta, en ég svo sem getum ekkert mótmælt þessu. Fannst að vera lítið, en þetta eru fyrstu 2 mínúturnar í dag. Þá fáum við þetta nýja sókn. Kemur Robbi á þetta, ruðningur, klaufalegt. Já. Ingimundur eitthvað að kvarta yfir þessu þetta. Ég meina, ef að þetta þessi lína helst bara í dag, þá getur maður svo lítið sagt. Þetta var ekki voðalega mikið. Tæpur á skrifinu Pinnonen hérna. Krissi missir hann, 2 mínútur. Krissi átti að sleppa honum fyrr. Pinnonen skoraði, það var búið að flauta og klálega búið með skrifin hérna. Þannig að já, bæði lið með mann út af. Og áhugavert hjá Elvari þarna, stökk upp, snýri sér úr loftuna, lendilega bara með rassinn í Robba, fekk uppkastið. Glóruleg sending fyrir Elvari. Þetta var áhugaverið sóknartilburður hjá Elvari þarna á 17 tíma. Og Akureyri kemur í sóknina. Styttist í manninu á afturhendingu. En svo menn reynir þá ekki að nýta sér þetta meðan það er ennþá margir í lið inn á. Og Arnór fær högg á andlitið, liggur eftir. Já, hann dæmi víti. Ég var lengi að lesa í þetta hvað var að gerast þarna. Og Andri Snær Stefánsson fer á punktinn. Og hann skorar. Andri að skora sitt fyrsta mark í dag. Og munur honum 5 mörk. Ég var að viðurkenna að ég bjóst við hörkuleik. En þetta, eins og þetta er að spilast, þá er þetta stefna í flottan sigur í okkur, en eins og segi, það er hlutinir eru fljótir að gerast í handbolta. Andri Snær fagnar hérna virkilega vel að stoppa Pinnonen. Ég skil það bara mjög vel. Er þetta klukkan. Ruðningur dæmdur hérna. Guðni Már keyrði vörnina, tók 2 niður með sér og Þorleifur ekki neinu vana. Það var hana.
dæmir Röðning. Og Einar Andri, þjálfari heimamanna, ekki sáttur með gangmála. Og þá Akureyri komið fullskipalið, Kristján Orri hleypur í hornið. Maður gera nýta sér að vera einum fleiri. Andri Snær kemur á þetta. Brotið á honum. Að gera eitthvað lítið að gerast. Höndi kominu, Röðningur á andra staði. Það að vera búið. Davíð með skot sem verið framhjá. Áhugaverð tilraun hjá Davíð Svanssyni þarna. En það var kannski lítið annað í stöður heldur en að skjóta þarna. Og hálfleikstölur eru Afturelding 8, Akureyri 13. Og var virkilega góður fyrirháleikur í okkar mönnum. En á sama tíma þá eiga heimamenn klárlega svolítið inni að það má alveg reikna með því að það verði spenna í síðari hálfleiknum. En við ætlum að taka okkur smá hlé í hálfleik, komum aftur að Vörðuspori.
hart og skart. Gómum síðan boltan af gömlum sið og gerum alveg drumum að. Upp í stúku allir stappar, standa upp og klappi senn. Bæjarstjórinn reynir að rappa og rokka fyrir sína menn. Akureyri, Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Já, við erum velkomin aftur að Varmá. Hér er hálfleikur í leik Aftureldingar og Akureyrar. Staðan mjög góð eftir fyrri hálfleikinn. 8-13. Við aðeins renna yfir markaskorarana til þessa. Kristinn Orri Jóhannsson, markahæstur hjá okkar mönnum með 4 mörk, þar af 2 vítum. Myndakvast Dumkjus með 3, Róbert Sigurðsson og Arnór Þorri Þorsteinsson með 2 mörk. Karli Strópus 1, en áður en hann meiddist og ég er ekki bjartsýnn á að hann taki meiri þátt í þessum leik. Og Andri Snær Stefánsson með 1 mark, það úr víti. Hjá heimamönnum verða Elvar Ásgeirsson sem búið að skora 3 mörk, Guðni Már Kristinsson og Gestur Ólafur Ingvarsson með 2 og Árni Bragi Egilsson 1. Tómas Ólafsson búinn að vera öflugur í markinu okkur. Fyrir aftan flotta vörn. Og við getum náð 6 marka fórustu þar sem við byrjum inn á bolta. Og heimamenn eru manni færri næstu 16 sekúndurnar. Það er að gera setja strax upp í kerfi og reyna að ná marki með ennþá einu fleiri. En já, sjáum Strópus þarna lengst til hægri. Var búinn að vera aðeins tæpur kallinn, en svo rann hann þarna til. Og ég verði ekki, mér líst ekki nógu vel á þetta. En við erum búin að leysa þetta þokkalega eftir að það meiddist hann Strópus. Á sama tíma hefur bara lítið verið að frétta hjá Aftureldingamönnum. Þeir eru klárlega eitthvað inni, en hér byrjar síðari hálfleikurinn. Sjáum það að við komum að krafti hérna inn í þetta. Klárlega nýtt okkur að vera einu fleiri. Robbi, Andri í gegn og skorar. Glæsilegur Andri Snær hérna. Og þetta er orðið 6 mörk sem munar hérna. Hver hefði búist við þessu? Aftureldingarliðið ætlar búið að vera að fá menn tilbaka úr meiðslum eftir að hafa verið í smá vandalega núna. Það er ekki að sjá að þeir séu alveg klárir í slaginn. Allan eða hvernig þau spilast hingað til. Brotið á Jón Heiðar hérna á línunni og áfram heldur sókn heimamanna. Segið þeirra bara unun að fylgjast með varnarleik okkar manna. Þá heimir þetta gerist þetta. Jón Heiðar lostar á línunni. Tómas ver frá honum, en þetta er að klárlega víti. Myndi brosið bara að þessu. Gat lítið gert þarna. Jón Heiðar ótrúlega sterkur. Erfitt að stoppa hann. Ára Árni Bragi tekur vítið. Hann skorar.
maður í liði Aftureldingar, Andri Bragi. Sonurinn veitir rektorsins á Háskóla Akureyrar. Það er tenging við Norðurlandi hjá honum. Gaman að því. Arnór Þorri með áhugaverða tilraun þarna. Hittir ekki markið. Allt opið á línunni. Það er Tómas Ver. Hvað dæmdi hann fót? Sýnist það allavega skiptir ekki máli. Heimamenn halda áfram sinni sókn. Og Árni Bragi með skot sem að endar í netinu. Munurinn orðinn 4 mörk. 2 röð frá Árna Braga. Það er að koma meira út á mót okkur hérna heimamenn. Gæti lent upp á vandræðum og þá er boltinn dæmdur af myndi. Robby drífur sig inn á. Já. Ég segi það, þeir eru fannir að spila fremri vörn á móti okkur og það hendar ofta ekkert sérstaklega vel. Tómas veið frá pinnunum. Fær uppkast og áfram heldur sótt Mosfellinga. Pinnunen skorar. Ótrúlega erfitt að stoppa Mikk Pinnunen. Ótrúlegur sprengikraftur sem þessi maður hefur. Og já, 3 mörk í röð frá heimamönnum. Þetta er bara aftur orðið hörkuleikur. Brotið að myndi. Gunni Mal sem að gerir það. Já, sóknarleikurinn ekki alveg að virka þetta í byrjun seinni hálfleiks. Styttir samt í hendina. Þá kemur hérna sending rakleiðis út af. Arnór Þorri ákveður að skipta ekki. Jó, hérna kemur skiptingin. Tók hérna Elvar Ásgeirs úr umferð. En Robby kominn aftur inn í þetta. Já, allt annað sjá til liðið Aftureldingar sem seinni hálfleik. Er Guðnum á að skora. Og þetta er orðið 2 mörk. Þetta er svo fljótt að gerast. Arnór Þorri keyrir á vörnina þarna. Einhverjir vilja fá ruðning. Ekki eru dómar leiksins sammála því. Og við höldum því boltanum. Myndi skipt út af. Inná kemur Garðar Már sem að fyrir hornið. Krissi fyrir skiptuna. Tveggja mynda brottvísun hérna. Arþór Gylfi lá hann í jörðinni og Gunni Mal út af í 2 mínútur.
Já, nú getum við aðeins andað og vonandi náðinn marki. Mikilvægt að nýta sér að vera einu fleiri. Andri Snær kemur á þetta. Allt opið í horninu. Krissi setur hann ekki í hornið. Andri á þetta. Krissi. Davíð er frá honum. Og Arnór Gylfi, brotlegur. Já, þetta er ekki að fatta með okkur núna. Eins og fyrirháleikur var góður, þá eru heimamenn að koma virkilega sterkir tilbaka. Geta náð núna 5. markinu í röð. Pinnonen með áhugaverð skot, hitti Gerðarmann. Og þá er Robbi með í sókninni. Það gerir Robbi, laumar honum á línuna en Frikki brotlegur. Og hvað eru þeir að gera hér? 2 mínútna brottvísun. Mér fannst nú Frikki bara leggja boltann niður. En 2 mínútna brottvísun á þetta. Þetta er mjög ódýrt. En þeir eru að stjórna þessu. Það er Mikael Ónis og Þorleifur Árni. Laumar boltann til hornið. Ígor reynir að stilla boltann en gengur ekki. Þá skorar gestur Ólafur Ingvarsson á horninu. Og munur orðið 1 mark. Spurning hvort að Sverri vil líka fara að taka leikli aðeins að leyfa honum að anda og silla uppi eitthvað. Fullskipa leið hjá heimamönnum. Ekki var þetta góður kafli, einu fleiri. Ígor kemur á Andri. Útkast. Já. Höndin komin upp. Lítið að gerast í þessu. Krissi. Davíð Svansson ver og lína á Garðamá. Já, hérna hér. Allt opið fyrir Jón Heiðar en Tómas Ólason. Glæsileg varkasla og mikilvæg. Náum að halda þessi fórskoti og mér sýnist Sverri verður að undirbúa leikli. Hér kemur það. Já. Akureyri er ekki búið að skora núna síðan bara upp að sekúndum síðar áleiks. Þetta er ansi dýrt. 6 marka fórskot, nærrið í farið, munurinn einungis 1 mark. Já, eins og menn þurfa að fara að finna lausnir á þessari 5-1 vörn. Leið og þeir heimamenn skiptu í 5-1 með Gunni Malfríð framan. Þá er þetta búið að vera ganga erfiðlega. Þá heldur leikurinn áfram. Þetta er erfitt að slökkna á myndi
og Stropus til að meiddur. Vantar mikið þetta en Kristján Orri, hann stígur bara upp. Skorar þetta gott mark og mikilvægt mark fyrir Akureyri. Elvar heppinn að halda boltanum þarna, misti hann stjórn á honum. Og það gerist hér allt opið fyrir Gunna, en Tómas Nokkur Ólafsson, glæsilegur, magnað að sjá hann í markinu. Ruðningur dæmdur á Robba, skoraði en þetta var dæmdur ruðningur á hann. Já, þetta var heldur bara 50-50 dómur, hvort að hann hefði komist upp með þetta eða eins og segi, ruðningur eins og Þorleifur dæmdi. Hvað erum við að gera hér? Robbi að fjúka út af. Ég ætla ekki að meina að Jónir hafi gert svo mikið úr þessu, en hann á bara ekki að bjóða upp á að menn geti gert eitthvað meira úr hlutunum. Átti ekki að vera að hrinda mönnum. Og já, Robbi út af við tæmjendur. Árni Bragi með skot sem að Tómas ver, Ander tekur frákastið, rófar þetta niður. Tómas að taka virkilega mikilvæga bolta hérna. Þá kemur hann út af, fáum auka manninn í sótina, það er Arnór Þorri. Þetta er bara gjörsamlega öll lið, bara í handbolta heiminum í dag að spila þessa taktík. Markmanninn út til að fá auka manninn í sótina. Skiptingarðar. Arnór Þorri með skot sem er varið og Frikkin er boltanum og skorar. Heppni með okkur þarna, það þarf auðvitað smá heppni í þessu. Og staðan orðin 16-13, eða 13-16 öllu heldur. Heppnin með okkur þarna, boltinn dalt fyrir Frikka. Frikki gerði vel að klára þetta. Hér er Árni Bragi, Tómas ver og Garðar er boltanum. Það virðist bara ekki ætla að vera gott fyrir lið að vera einu fleiri í dag. Tómas Ólafsson svo sannarlega betri en enginn í rammanum í dag. Krissi út af, skiptir, Myndi, glæsilegur. Þetta er aftur byrjað að detta með okkar mönnum. Myndi með flott mark þarna. Byrjaði miklu krafti í þessu leik, Myndi datt aðeins niður og er að koma aftur inn núna eftir smá pásu. Og þá tekur einur andri leikli. Það skiljanlega. Staðan 13-17, Akureyri er búinn að skora 3 í röð eftir að Mosfellingar voru búin að gera aftur leik úr þessu. Já, smá sveiflur hérna í seinni hálfleiknum.
En náttúrulega eins og ég segi, það er svo mikilvægt að hafa markvörstun í lagi og sjáum það leið að Tómas dettur aftur í gírinn, þá erum við farin að refsa aftur og komum okkur aftur á blað. Þá styttist í að við byrjum aftur eftir stutt leikhlé. Akureyri með fullskipalið. Þá byrjum við aftur. Ég segi mikilvægt að fá Myndi aftur í gang. Eru það fáliðaðir að það þurfa allir að skila sínu ef við ætlum að fá eitthvað út úr þessu leik. Og brotið á Pétri Júníusinni og tveggja brottvísun á Myndi. Hékk örlítið á lengi þarna. Þetta er bara hárrétt. Já, við vorum ekki með fullskipalið lengi en það svo sem gekk vel að vera einu færri á hann, þannig að þá bara vonum við að það gangi bara áfram vel. Jæja, áfram heldur leikurinn. Þeir aftur Mósendingar halda boltanum og glæsilegur Ígor kemur þetta fram en Davíð Svansson sérvið honum. Það Ígor getur komið sér á blað. Gekk ekki. Saman tíma skorar Guðni Már. Jaðraði ruðning hérna en þetta slapp og staðan 14-17. Eins og við sjáum að bæði lið búin að taka leikli í síðari hálfleiknum. En það er eitt leikli eftir á lið. Skemmtileg grafík sem við með þetta. Andri fær aukastið. Elvar hingur hérna aftan í honum. Andri vill fá eitthvað á þetta. Fær ekki. Og vera bara fín lína hjá dómurum í dag. Ekkert að kvartið miklu. Ekki með Arnór Þorri. Krissi. Skot sem að Davíð Svansson bara að lesa fyrir löngu síðan. Hann má eiga það, hann er stökkur niður. Það hefur við sagt við nokkra markmenn. Átni Bragi, galopið, skorar. Þetta eins og stefnir í hörkuleik. Síðan hálfleikur rétt rúmlega hálfnaður. Munurinn 2 mörk, en Akureyri með fullskipalið. Myndi kemur inn á. Tekur hornið núna, Krissi heldur sér skyttunni. Þar á þetta. Það er aukastið. Leiktími stoppaður. Eins og ég segi, það væri ótrúlega mikilvægt fyrir Akureyri að ná sigri hér í dag. Það væri svo andlega sterkt að lyfta sér á pottinum. Búið að þurrka. Þá kemur hann Sigþór Gunnar inn á fyrsta skipti. Krissi, glæsilegur Krissi hérna. Og við höldum 3 marka forskoti. Kristján Orri búinn að vera frábær eins og segir núna undanförnu. Nýtir færi sín öllu mjög vel.
Já, gaman að sjá Sigþór fá að fá sénsinn. Á saman tíma það skorar Árni Bragi. Hann eins og segi, bátturinn að panna svolítið í leik Fossendinga. Sjá þetta brotið á honum. Andri Snær kemur á þetta, skorar en búið að flauta. Áhugavert þessi bolti við likkið í netið. Ekki var þetta gott færi. Lítur að setja sitt í höndinni á Andri kemur hún, höndin uppi, Andri. Gunni stoppar hann, stoppar tíma með þessa líka. Það nóg að gera í þurrkumálum hérna. Það engin þurrkutíð. Jæja, höndin uppi. Hvað gerum við? Þurfum að ná öflugu skoti. Áhugaverð tilraun, Andri er að skjóta í gegn. Davíð frá honum. Það var örvæntingafullt. Elvar skorar. Tíminn stöðvaður. Munurinn orðinn 1 mark. Sóknin eins og segi, gengið erfiðlega í síðari hálfleik. Einungis 5 mörk komin okkar megin, menn Afturelding fór skora 9. En áfram heldur leikurinn. Diddi og Sverre ræðamálinn hérna á bekknum. Við þurfum að finna einhverjar lausnir á þessum varnarleik. Eins og ég kallaði bara eftir að fá Robba í sótina. Grissi við það að sleppa í gegn. Það aðeins aukakast. Á skiptir hann á Myndi aftur, Myndi hún skiptuna. Mikilvægt að hafa mann fyrir auðvitað skipti skotið fyrir utan. Það klálega Myndi. Höndin komin upp. Og Sissi! Það frá honum, en Ígor! Virkilega vel gert hjá Sigþóri þarna. Náði þeim ekki að skora, en Ígor Kofisinski fylgir eftir og klárar þetta vel. Og munurinn aftur 2 mörk. Það segir ótrúlega mikilvægt að þessi ungu strákar sem fá sénsinn, að þessi klárir í þetta og þori að sækja markið. Og Pinnonen kemur á þetta. Það svo erfitt að eiga við hann svo snöggur. En gerði vel hana. Hér kemur hann enn og aftur á þetta. Finta Robben úr skónum, en Tómas Ólason. Glæsilegur Tómas. Það taka mikið af boltum sem maður reiknar hann ekki með að markmið taki endilega. Sjá þetta Robben kýlir hérna dúkinni aftan bekkinn. Ekki sáttur hvernig Pinnonen fór með sig. En þá komum við í sóttina. Myndi. Glæsilegur Myndi. Og munur honum 3 mörk. Sveiflun halda áfram og þá þvílíkt mark
Elvar Ásgeirsson með bara virkilega gott mark. Kemur sér í gegn og skorar og 2 mynda brottvísun á Robba. Já, mér finnst ég að sagt það áður. Hluturinn eru fljótar að gerast í handboltanum. Þá kemur Sigþór aftur inn á. Krissi með sending á línuna. Frikki! Glæsilegur Frikki. Og hvað gerist hér? 2 mínútna brottvísun. Þetta verður ekki, þetta kemur á óvart. Ég fannst Frikki bara að fá fritt skot en 2 mínútna brottvísun og á bekkinn líka. Erum við að tala um aðra brottvísun á bekkinn. Þetta er ansi gott fyrir okkur en klaufalegt. Eða nei, ég er að miskilja. Þetta, ég verði ekki að af hverju menn eru að bjóða dómarum að tækifæri að reka sig aftur út af. Þá 2 færri, þá Pinnunen sækir vítið. Vítakast. Árni Bragi tekur þetta. Það væri magnað að sjá Tómas taka þennan bolta. En Árni Bragi er einfaldlega ótrúlega öruggur á línunni. Eða punkturum. Það þurfum að nýta okkur þetta. Markmanninn úta til að fá aukamannsáttina. Bara 4 mótsvillingar í vörn. Kemur Sigþór. Ekkert dæmt og enginn í marki. Þessi netið. Elvar gerði vel hann að sá að það var enginn í markinu. Hann laum alveg í netið. Já. Sigþór hefði getað finna betra færið þarna. Við vorum náttúrulega 2 fleiri fyrst vorum aukamannsókninni. En allt í góðu, áfram henduleikurinn og hérna fyrir hann bara í gegn og skorar. Þvílíkur drengur Sigþór. Heldur bara áfram og skorar, ótrúlega ánægður með þetta. Ekkert að bogna neitt. Heldur bara áfram, það er svo mikilvægt. Og munurinn 2 mörk, rúmar 6 mínútur eftir af þessu. Pinnunen, brotið á honum. Hann sér alltaf einhverja glufur sem hann getur ráðist á. Og hvað gerist hér? Dómarinn stoppar, gult spjald á bekk Akureyrar. Þá höldum við áfram. Árni Bragi með skoti í stöngina og í Tómas á út af. Þessi hefði getað lekið í netið af Tómasi en heppnið með okkur, boltinn lag út af. Þá ætlar að falla aðeins með okkur og ég finnst það bara ekkert leiðilegt. Anders Snær kemur á þetta. Ingi skref, myndi, brotið á honum. Þetta er bara hárrétt, skil ekki hvað mótsendingar er að kvarta þarna. Klárlega brotið að myndi. Þá þarf að þurrka.
Rétt rúmlega 5 mínútur eftir. Munurinn 2 mörk. Þetta væri svo sterkt ef við myndum ná að sigla þessu. Vandileikurinn. Við myndi allt opið og skorar! Þetta var stórfurðulegt mark, en við tökum því. Allt galopið þarna. Pinnonen orðinn pirraður. Pirronen. Robby, 2 mínútur. Nei. Ávætting, náttúrulega leikhlé. Einar Andri tekur leikhlé. Sitt síðasta hér í dag. Ég fannst Robby fari andlitið á Pinnonen, þannig að ég reikti að vera með 2 mínútum, en svo var ekki. (20-23). Þetta lítur ágætlega út, en það er búið að vera mikla sveiflur í síðari hálfleikum sérstaklega. Þannig að við skulum ekki taka neinu sem gefnu hérna. Það er ennþá nóg eftir. En já, eins og segi, við erum að græða svolítið á því hvað menn eru klárir að koma inn í þetta þegar þeir eru svona fáliðaðir. Patti hefur komið sterkur inn í síðustu leiki. Arnór Þorri búinn að spila ágætlega í dag og svo er Sigþór Gunnar Jónsson í svona fyrsta leik að bara spila bara frekar vel, sem við bara segja. Hann er búinn að skora og svo náttúrulega var hann óöppið þegar Davíð varði frá honum, en Ígor fylgdi eftir að skoraði. Bara virkilega gaman eins og segja, menn séu klárir í þetta. En hérna höldum við áfram. Elvar, Árni Bragi, hvað gerir hann? Tómas Ver, en umkast. Andri Snær braut þarna á Árna Braga. Árni eftir sótinn. Beina laumurunum á línuna. Jón Heiðar gerir þetta af krafti. Og já, mikilvægt mark fyrir heimamenn. Heldur menn þá inn í þessu. Ég held ég að Frikki var að ná sem bolta, en Jón Heiðar tók hann bara. Og góðum nettið. Sigþór á þetta. Andri. Bara aukastið. Ígor kemur hérna fyrir utan. Andri. Boltinn að Myndi. Hvað gerir Myndi? Davíð Svansson við frá honum. Hvað gerist hér? Vítakast. Þetta er svo fljótt að gerast í þessu sporti. Rétt að 3 mínútur eftir og Mosfellingar fá tækifæri á að minnka munin í 1 mark. Og Árni Bragi búið að vera það öflugur á vítapunktinum að ég myndi nú reikna með þessi myndi endi netinu. Arnar Þór Fylkesson reyna við vítið. Hann hefur nú alveg tekið nokkuð víti, drengurinn. Jæja, Gunni kominn á fætur.
Nei, fyrir ekki, Gestur Ólafur myndi ég. Hann komin á fætur. En þá komið að vítinu. Vonum bara fyrir Mosfellinga að menn lendi ekki meiri veðsta vandræðum. En hérna skorar Árni Bragi. Munurinn 1 mark, 3 mínútur eftir. Það hörku stemning hér að horfa á. Það hefur svo mikið að segja að það sé líf í húsinu. Krissi, setur hann á Andri. Boltinn á línuna, vítakast. Engar 2 mínútur, Frikki, vel gert að Frikka náði stjórna bolta og sótti þetta víti. Krissi, góður að koma honum á línuna. Kristján Orri fer á punktinn. Ver Davíð Svansson ver vítakastið. Þetta svo dýrt. Og nú geta heimamenn jafna metin. Myndi kemur langt út á móti Elfari hérna. Árni Bragi, Guðni. Árni Bragi skýtur þetta lungu ef það búið að flauta. Beðist afsökunar á því. Elfar, Árni Bragi, skorar! Fylgur leikur hjá Árna Braga í dag. Raðinn mörkunum og staðan er allt í orðið jöfn. 23-23. Sverri á ennþá 1 leikli inni. Myndi Andri Snær. Sér. Fari upp kasti. Davíð varði frá honum en klálega brotið Andra. Mínúta eftir. Sigþór. Andri á línuna. Frikki fara nær ekkert. Og Mosfellingar kom í sóttina. Erum við að missa þetta? Frikki náði ekki stjórna boltanum og ekkert dæmt. Andri Snær tekur Heinonen úr umferð. Árni Bragi rauðvíkur. Já, taktu leikli Sverre. Ég kalla eftir leikli. Já, gerir það. Leikli og þetta þvílík spenna í þessum leik. Fram að það eru 14 sekúndur eftir. 14 sekúndur sem Akureyri hefur til að leita að sigurmarkinu. Þá hendi Sandstorm í græjunum. Ánægður með það. Var á potti 2000 ef maður er. Glæsilegur diskur. En já, það væri ansi fúlt að fara ekki með öll stigin hér í dag. Búin að vera yfir allan leikinn. Tómas heldur sig í markinu. Sem er náttúrulega mjög skiljanlegt enda geta Mosfellingar einfaldlega stólið boltanum og stólið öllu stigunum. En hér erum við að fara að byrja þetta aftur. Andri Snær, kemur boltan aftur í leik. Komum við 10 sekúndur. Hvað stendur við upp í?
Linde, Andri, það er hann að koma skot, framhjá. (23) 23 er niðurstaða. Já, þetta er frekar fúlt í rauninni að hafi ekki náð að klára hennar leik, en stig og Akureyri er því ósigrað núna í 5 leikjum í röð. Og ef ég reikna þetta rétt í hausnum á mér, þá erum við að fara af botninum upp fyrir Framarana. Núna eru sem sé Stjarnan, Akureyri og Fram öll með 9 stig við botnin, en ég er nokkuð viss að Framararnir eru á botninum. En já, við viljum bara einfaldlega þakka fyrir okkur í dag. Gaman að geta sýnt þennan leik og vonum innilega að Strópus sé í lagi með hann. Já, sé ekki of alvarlegt. En já, takk fyrir þetta, gott fólk, og við sjáum seinna.